Góðan daginn og velkomin á bæjarstjórnarfund nr. 398. Hér eru mætt Erla Friðriksdóttir og Haukur Garðarsson, Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Gunnar Ásgeirsson, Gunnlaugur Smárason og svo sem hér talar, Hrafnhildur Hallsdóttir, Lárus Arnar Hannesson, Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóri og Þór fundaritari. Ég ætla að biðja set hér með fundin, set fund nr. 398. Biðjum ábyrgð á dagskrá, liður 29 starfsmiðstöð, samkeppni nafn, að taka inn með afbrigðum. Hverjir eru samþykkið því? Takk fyrir það. Þá ætla ég að fá að byrja á lið nr. 19 sem ársreikningur Stykkishólmsbæjar frá 2020, einhver sem hefur eitthvað á móti því. Athugasemd við það er samþykkt. Samhliða. Þá ætla ég að gefa Jakobi Björgvin orðið að fjalla ársreikninga Stykkishólmsbæjar. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir. Ársreikningur Stykkishólmsbæjar er hér lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn fyrir árið 2020. Ársreikningurinn ber þess merki að síðasta ár var óvenjulegt ár, eins og við þekkjum, vegna þess faraldurs sem við sem samfélag höfum verið að takast á við ásamt öðrum þjóðum. Faraldurinn og sóttvarnaaðgerðir ríkisins hafa haft víðtæk áhrif á mörgum sviðum, þar með talið efnahagsleg, og hefur höggið í þeim efnum lagst einna þyngst efnahagslega á ferðaþjónustuna og tengdar greinar sem er stór þáttur í atvinnulífi okkar hér í Stykkishólmi. Í upphafi faraldursins var reiknað með að faraldurinn myndi vara í skamman tíma, en ljóst er að hann hefur dregist á langinn. Enn er ákveðin óvissa hver lengi hann muni vara og hver heildaráhrifin verða af honum þegar yfir lýkur, en nýlega fréttir blása okkur von í brjósti að við séum að sjá fyrir endan á honum. Við tekur þá ákveðið uppbyggingartímabil og vinna við að ná utan ákveðna hópa sem faraldurinn hefur lagst þyngst á, þar með talið heilsufarslega. Heimsfaraldurinn hefur haft verulega áhrif á mörgum sviðum allan heim, eins og ég segi, einnig efnahagslega, og er Stykkishólmsbær ekki undan þeim áhrifum faraldursins. Síðasta vor samþykkti bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar fjárhagslegar og samfélagslegar aðgerðir Stykkishólmsbæjar til viðspyrnu og varna vegna COVID-19 faraldursins. Aðgerðirnar komu til viðbóta fyrri aðgerðum sem þegar hafði verið gripið til og komið til framkvæmda við upphaf faraldursins. Var að ræða þrískiptar aðgerðir sem báru yfirskriftina varnir í þágu heimila og fyrirtækja, efling samfélagsins, sterkari innviðir og undirstaða öflugs samfélags. Unnið var eftir þessari aðgerðaáætlun á vegum Stykkishólmsbæjar og þannig unnið markvisst að því að draga úr neikvæðum áhrifum faraldursins á síðasta ári. Meðal aðgerða var aukið svigrúm til fyrirtækja hvað fasteignagjöld varðar og leiðrétting á þjónustugjöldum vegna skertrar þjónustu. Breytingar voru jafnframt gerðar á fjárfestingaráætlun sem fólu í sér áherslubreytingar á einstaka liðum í samræmi við samþykktar fjárhagslegar og samfélagslegar aðgerðir Stykkishólmsbæjar, og þá var jafnframt tekið mið af þeim aðgerðum sem Alþingi hafi gripið til vegna heimsfaraldursins, þar með talið endurgreiðsla á virðisaukaskatti. Til upprifjunar þá ætla ég að rifja stuttlega upp nokkuð verkefni síðasta árs. Stykkishólmsbær auglýsti eftir sumarstörf fyrir námsmenn 18 ára eldri. Var að ræða þátttöku Stykkishólmsbæjar í átaksverkefni á vegum Vinnumálastofnunar til að fjölga tímabundnum störfum fyrir námsmenn. Þetta úrræði er jafnframt í boði núna þetta sumarið sem við hyggjumst nýta okkur. Þá var aukin þátttaka síðasta sumar í vinnuskóla bæjarins, sér í lagi árgöngum sem voru í þá elstu árgöngunum.
og einnig bættu við árgangum sem var þá held ég 17 ára. En minna var atvinnuframboð síðasta sumar en í venjulega árferði og þetta voru ákveðin viðbrögð bæjarins í þeim efnum. Meðal áhersluverkefna síðasta sumar var að endurgera og byggja upp nýja göngustíga í skógræktinni í samvinnu við Skógræktarfélag Stykkishólms og það verkefni tókst vel til. Í því verkefni tóku meðal annars virkan þátt unga fólki okkar. Þá var þökulagt meðfram göngustígum sem malbikaðar voru sumarið 2019. Miklar framkvæmdir áttu sér stað við dvalarheimili aldraðra í Stykkishólmi, þar sem aðkoma að heimilinu hefur verið stórbætt frá því sem áður var. Skipt var hellur við inngang dvalarheimilisins, gangstétt endurnýjuð og komið að fyrir nýju snjóbræðslukerfi. Aðkoma að skólastjórabústaðnum var einnig bætt og nýtt þar hellur sem á tekna voru upp við dvalarheimilið. Á meðan lokun sundlauga stóð síðasta vor vegna sóttvarnaaðgerða var unnið að viðamiklum breytingum og stækkun á búningskleifum sundlaugarinnar ásamt ýmsum viðhalds- og framkvæmdaverkefnum en starfsfólk sundlaugarinnar tók virkan þátt í þeim framkvæmdum og lyftur þar grettistaki. Hafist var handa við uppbyggingu leiksvæða sem áfram eru unnið með næstu árin í Stykkishólmi en Stykkishólmsbær tók þátt í íbúasamráðsverkinu á vegum sambandsins á síðasta ári og árinu 2019 byrjaði það verkefni ef man rétt og lagðist í mikla vinnu við að greina vilja íbúa hvað varðar uppbyggingu og endurbætur leikvalla. Framkvæmdir á leikvöllunum mun taka með að þeirri góðu vinnu sem lagður hefur verið og byrjað var á uppsetningu nýs leikvallar í Garðaflöt í samræmi við þetta verkefni. Stykkishólmsbær auglýsti á síðasta ári eftir þátttakendum í forval vegna samkeppni um hönnun útsýnisstaðar og einn af náttúruperlum Breiðafjarðar, Súgindisey. Markmið hönnunarsamkeppninnar var að auka útsýni og náttúruupplifun íbúa og gesta svæðisins, auka aðdráttarafl Stykkishólms sem eftirsóknarverðs ferðamannastaðar á Snæfellsnesi og ekki síst tryggja betur öryggi þeirra sem ganga á Súgindisey. Verkefnið hlaut í mars á síðasta ári styrku framkvæmdasjóðs ferðamannastaðanna þá til þess að halda þessa samkeppni og keppninu lauk síðasta haust þar sem fjöruggið var hlutskarpast. Sótt var styrk í framkvæmdasjóðs ferðamannastaða síðasta haust fyrir deiliskipulagi og framkvæmdum á Súgindisey í samræmi við niðurstöðu dómnefndar og veitti framkvæmdasjóður ferðamannastaða Stykkishólmsbæjar á dögunum 25 milljóna króna styrk til þessa verkefnis. Á síðasta ári fékk Stykkishólmsbær einnig styrk í göngustíg frá Maðgavík upp að kirkjunni, það nýju kirkjunni sem ég vil kalla hana, svo nefndur kirkjustígur og var framkvæmdu við stíginn lokið í júní í fyrra. Endurbætur fóru fram á lóð leikskólans síðasta sumar en fallvarnir voru lagðar undir leiktæki á leikskólalóð og bílastæðum var fjölgað. Þá voru ný leiktæki sett upp á skólalóð grunnskólans. Unnið var að lagfæring og tjóni sem var að Hafskísbrygginu árið 2019 og þeim framkvæmdum var lokið þá árið 2020. Nýtt efni var lagt á hlaupabraut umhverfis íþróttavöllinn og völlurinn snyrtur en þetta var hluti af undirbúningi fyrir landsmót UMFÍ 50 ára og eldri sem átti að fara fram á þessu ári en var frestað til ársins 2020 en því var frestað í fyrra vegna COVID. Og jafnframt rétt að nefna í því sambandi fyrst að við erum að tala landsmót og landsmót harmoníku hefur einnig verið frestað en það átti að fara fram í fyrra og því hefur átti síðan að fara fram í ár en síðan hefur verið frestað til 2022. Þannig að verið 2 landsmót hér í Stykkishólmi á næsta sumar. Unnið var að fegrum umhverfis við aðalgötu 17, svæði slétta þökulaga meðfram aðalgötunni og það var sáð. Skipt var allar leiðsluvaxlagnir í grunnskólanum og þá voru innréttingar á setustofu kennara endurnýjar og þar var eldhús breytt og ljós í matsalum voru endurnýjuð. Það voru nokkrar íbúðir endurnýjaðar sem eru í eigu bæjarins eða þá búseturíbúðin sem eru í eigu bæjarins sem er ákveðin búseturétt. Það er að segja að það voru nokkrar íbúðir þar sem voru endurnýjaðar og líka í Skúlagötunni sem er þá blokkin. Einnig var umhverfi Skúlagötunni nýju bætt, það er að segja hellur
voru lagðar fyrir utan Skúlagötuna og girðingi kringum húsið endurnýjað. LED-væðing ljósastöru í Stykkishólmi hófst á síðasta ári og að lokum voru endurnýjað gangstéttar og hafist handa við uppbyggingu gatnagerfi við Sæmundareit sem að lauk nú síðasta áramót, eða nú janúar, febrúar, og nú hafa þar risið 2 hús og 3. að rísa og mikil ásókn var í lóðir þar á dögunum. Að þessari upptalningu má sjá að það var margt að vera í Stykkishólmi þrátt fyrir faraldurinn. Eins og ég kom inn á hér í upphafi þá var áhrif faraldursins á rekstur sveitarfélagsins umtalsverður, meðal annars vegna lægri skatttekna og annarra tekna, til að mynda í Sundlauginni þar sem hún var tímabundið lokuð, frestun gjalddaga og aukina útgjalda. Stykkishólmsbær hefur á síðasta ári verið að reyna að nýta það svigrúm sem sveitarfélagið hefur til þess að bregðast við þessum óföllum áföllum og ég gerir ráð fyrir því að það taki sveitarfélagið þetta ár og næsta að miskuta til þess að ná aftur því góða jafnvægi sem var komið á reksturinn árið 2019. Það er ljóst að ársreikningurinn ber þess merki, bæði hvað var að rekstrarútgjöld en einnig tekjur, að var að ræða óvenjulegt ár, sér í lagi ef árið borið saman við árið 2019. Bæjarstjórn og stjórnendur sveitarfélagsins þurfa að vera og eru vakandi fyrir ákveðnum þáttum í rekstri sem endurspeglast í þessum ársreikningi. Það þarf að hafa í huga að vinna markvisst að því að ná aftur upp veltu fyrir rekstri sem þarf að standa undir afborgunum skulda og skuldbindinga og nauðsynlegum fjárfestingum. Í því sambandi þá er óhjákvæmilegt að horfa til og rýna hækkun launakostnaðar sem er einn stærsti útgjaldaliður sveitarfélagsins. Núverandi áætlanir gera ráð fyrir að á árunum 2023 til 2024 verður veltu fyrir rekstri á svipuðum stað og það var árið 2019, en þess má þó geta að áætlanir eru varfærnar tekjulega en þannig að það líka vera. Þó svo að niðurstaða ársins 2020 sé neikvæð þá er reksturinn til lengri tíma í ágætis jafnvægi. Horfur eru góðar en ávallt er það verkefni bæjarfulltrúa og stjórnenda að rýna reksturinn á hverjum tíma og gæta þess að hann sé heilbrigður og sjálfbær. Í upphafi faraldurs gerði bæjarstjórn ásamt stjórnendur sveitarfélagsins áætlun áhrif faraldursins á rekstur sveitarfélagsins og tóku viðauka síðasta árs mið af þessum áætlunum. Samkvæmt niðurstöðu ársins sem birtist í þessum ársreikningi má sjá að sú stefna var raunsæ og niðurstaða í samræmi við þær áætlanir. Helstu niðurstöður lykiltölu sveitarfélagsins eru eftirfarandi sem verða færðar til bókar undir þessu dagskrárlið. Rekstrarniðurstaða A og B hluta var neikvæð 74,6 milljónir og rekstrarniðurstaða A hluta var neikvæð 167,4 milljónir en ég vek þá athygli á því að rekstrarniðurstaða A hluta er óvenjuleg vegna einskiptis aðgerðar sem gjaldfærð er í A-hluta vegna niðurfærslu á kröfu bæjarins á dvalarheimilið vegna þeirra fjármuna sem að bæjarinn hefur greitt með hjúkrunarheimilinu til viðbóta við niðurfærslu sem að fór fram á árinu 2018. Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2020 námu tæpum 1,7 milljarði samkvæmt samantregnum ársreikningi fyrir bæjarsjóð og B-hluta stofnanir og fyrirtæki en þar námu rekstrartekjur A-hluta bæjarsjóðs 1,4 milljörðum. Rekstrargjöld A og B-hluta námu 1,6 milljörðum, þar að námu rekstrargjöld A-hluta bæjarsjóðs 1,3 milljörðum. Veltufé fyrir rekstri samstæðunar lækkar frá því að vera 195 milljónir árið 2019 í 99,2 milljónir árið 2020. Handbærfé í árslok 2020 er 97 milljónir. Skuldaviðmið A og B-hluta er 112% árið 2019 en árið 2020 er það 122% af skatttekjum en var síðan 120% af skatttekjum árið 2018. Rekstrarjafnvægi árana 2018 til 2020 er jákvætt 11,4 milljónir. En að þessu sögðu vil ég gefa Harald Reynissyni, endurskoðanda Stykkishólmsbæjar orðið og hann ætlar að fara yfir ársreikning Stykkishólmsbæjar 2020.
Forseti, ágæta bæjarstjóri og aðrir starfsmenn. Við erum hérna með, eins og Jakob kom að áðan, ársreikning Stykkishólmsbæjar sem tekin eftir fyrir umræðu í bæjarstjórn og honum ætlum að renna hérna aðeins yfir nokkur atriði. Þið þekkið þetta form í skýrslu og áritun bæjarstjóra og bæjarstjórnar. Þar eru ákveðnar lykiltölur sem að gera bara grein fyrir rekstrarniðurstöðu, annars vegar samstæðunnar í heild sinni og síðan A-hlutans. Það gerir grein fyrir heildartekjunum, þar að rekstrartekjum sveitarfélagsins og svo eigin fé í árslok. Og við erum svo sem ekkert að dvelja við þetta. Þetta plagg munum við árita samhliða síðari umræðu í bæjarstjórn. Þannig að við skulum ekki dvelja við það, við skulum bara fara að binda okkur beint yfir í rekstrarreikning ársins 2020. Jakob fór ágætlega yfir svona helstu lykiltölur í þessu og ég ætla svo sem ekki að endurtaka þær allar en svona nokkur atriði sem við svona stiklum á okkar yfirferð. Nú byrjum bara á A-hlutanum og svo tökum við samstæðuna eða A- og B-hlutan á eftir. Nú heildarrekstrartekjur A-hlutans eru þarna rétt rúmir 1,3 milljarðar. Þið höfðu gert ráð fyrir að þetta væri 1.345 milljónir í áætlunum með viðaukum. Þannig að þetta er eilítið undir þeirri áætlun sem þið höfðu gert ráð fyrir, tekjur ársins 2020 fyrir A-hlutan og örlítið lægra heldur en árið áður. Vil bara nefna það sérstaklega að útsvarstekjurnar ykkar til dæmis lækka það bil 10 milljónir. Þannig að það vigtar náttúrulega allt í þessu. Nú, ef við tölum síðan bara rekstrargjöldin í heild sinni sem eru rétt rúmir 1,3 milljarðar eða 1.325 milljónir. Þið höfðu gert ráð fyrir í áætlunum 1.328 milljónir. Þannig að það er ekki mikið frávik þarna þegar við förum niður rekstrarliðina hins vegar. Þá sjáum við að laun og launatengd gjöld, þau eru að hækka það bil 7,7% á milli ára og eru 877,5 milljónir. Þið höfðu gert ráð fyrir að það væri í kringum 861 milljón nokkurn veginn og árið 2019 námu þau 815 milljónum. Til að setja hlutin í samhengi þá eru náttúrulega ákveðin atriði sem að valda hækkunum og launatengdum kostnaði og launum og launatengdum gjöldum. Það eru launahækkanir sem eru afturvirkt á tímabilinu. Það er aukinn orlofsréttur starfsmanna sveitarfélagsins sem fylgdu samningunum sem að valda ákveðinum hækkunum á til dæmis gjaldfærðri áætlaðri orlofsskuldbindingum vegna starfsmannanna. Þannig að þetta vigtar allt saman inn. Síðan ef við horfum á lífeyrisskuldbindinguna þá er hún töluvert hærri heldur en mann hefði gert ráð fyrir í áætlunum. Samt voru þið í áætlunum viðauka með 17 milljónir eða tæplega 18 milljónir sem er nokkuð hærra heldur en á síðasta ári. Hins vegar þessar launahækkanir og breytingar sem urðu á kjörum þau valda líka því að lífeyrisskuldbindingin hækkar. Hún er að einhverju leyti tengd og það er reiknuð sérstök vísitala fyrir lífeyrisskuldbindingu opinberra starfsmanna og hún hækkaði rúm 9%. Sú vísitala á árinu. Þannig að þið sjáu að það eru töluverðar hreyfingar á launum á árinu 2020. En þetta þýðir það að þegar að þrátt fyrir það að tekjurnar séu undir, þá eru þið að halda svona nokkuð rekstrargjöldunum í balans við það sem þið gerðu ráð fyrir í áætlun í A-hlutanum. Sem þýðir það að rekstrarniðurstaðan fyrir afskriftir jú eilítið lægri heldur en höfðu gert ráð fyrir 20 milljónir krónum verri. Þið höfðu gert ráð fyrir að framlegðin væri 17 milljónir í A-hlutanum en hún er eins og neikvæð 3 milljónir. Síðan koma þarna afskriftir þarna á eftir og fjármunatekjur og fjármagnsgjöld, það er að segja fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur, þess vegna erum við með þetta neikvæða stærð og þegar við erum búin að fara niður rekstrarreikningi fyrir A-hlutana þá sjáum við að rekstrarniðurstaða A-hlutans er neikvæð 167,4 milljónir. Ég höfðu gert ráð fyrir 155,9 milljónum í neikvæðri niðurstöðu en árið áður voru þið með jákvæða niðurstöðu upp á tæplega 33 milljónir. Aðeins að víkja að þessum einskiptismálum sem að Jakob vék hérna áðan, bara til að við áttum okkur á því að rekstrarniðurstaða A-hlutans hjá okkur er undir áhrifum af þessari ákvörðun sem var tekin af bæjarstjórn að reikna ekki með því að þessi krafa á dvalarheimili verði nokkurn tímann innheimt. Það er að segja þessi uppsafnaði halli sem að bærinn hefur verið að fjármagna fyrir dvalarheimili. Þannig að það er gjaldfært framlag í A-hlutanum og þið sjáu það í skýringu 7 í ársreikningnum upp á 153,6 milljónir. Það er semst framlagið sem svo tekjufært í dvalarheimilinu hjá okkur en á móti kemur
eins og Jakob vék líka hér að áðan, að þá var áður búið að færa niðurfærslu, þar sem menn voru búin að hófstilla væntingar sínar fyrirfram, það var búið að færa 86 milljón króna niðurfærslu á kröfunni. Þar sem það var búið að gjaldfæra hluta þessu. Þess vegna það þannig að nettó gjaldfærslan út af þessari svona einstöku aðgerð ekki staðar í kringum 67, rétt rúmlega 67 milljónir, sem munurinn á þessum 153 og þessum 86 sem voru gjaldfærðar áður. Og það þýðir það að ef við tækjum þessa einskiptis aðgerð út, að þá væri einhvers staðar í kringum 100 milljónir í mínus í A-hlutanum. Þannig sem neikvæð rekstrarniðurstöðu. Bara ítreka þetta, þannig að rekstur A-hlutans undir áhrifum af þessu, og við skoðum kannski aðeins skýringu 7 á eftir þegar við erum búin að renna yfir efnahaginn og sjóðstreymið, bara til þess að þið getið séð þetta og þetta alveg tilgreint þar sérstaklega. Í A- og B-hlutanum, samstæðinu, þá búið að eyða öllum innri viðskiptum út. Þannig að þessar færslur sem eru á milli sjóða vegna þess að það verið að bóka framlög og þar alveg verið að gefa raun og veru eftir kröfur, þeim öllum eytt út í samstæðinu í heild. Þannig að þegar þau eru að horfa á gjöld til ytri aðila og annað slíkt, þá samstæðan ykkar raunverulega fjárhæðirnar. Og þar þið eilítið undir í tekjunum, þeir eru með tæpan 1,7 milljarð, þar segja þeir tala með eilítið undir, þeir eru eilítið undir áætlun með viðaukum þar, þeir eru með tæplega 1,7 milljarð, þeir eru gert ráð fyrir 1 milljón betur í áætlun með viðaukum í tekjum, og þetta nokkuð lægra heldur en árið áður, eða það munar þarna 20 miljónum í rekstrartekjunum. Og laun og launatengt gjöld svo, samstæðunar í heild sinni þarna 1 milljarður 113 milljónir. Þið höfðu gert ráð fyrir 1 milljarður og 85 milljónum í þessu og þetta nokkur hækkun á milli ára á þessum lið. Þið vinnið þetta hins vegar tilbaka í gegnum annan rekstrarkostnað, þar að segja hann ekki eins hár eins og þið höfðu gert ráð fyrir í áætlunum með viðaukum. Þið gerir ráð fyrir að annar rekstrarkostnaður sé 476,9 milljónir í áætlunum með viðaukum, en þið endið í 431,1. Þannig að þið náið að vega aðeins á móti þessum launahækkunum með því að annar rekstrarkostnaður fylgir ekki áætluninni af þeim markmiðum eins og þau höfðu lagt upp með þau. Þannig að rekstrarniðurstaðan eða framleiðin í samstæðin 120 milljónir, sem nokkurn veginn bara á pari við það sem þið höfðu væntingar í áætlun með viðaukum. Þannig að það aðeins að hreyfast á milli liða, milli launa og launatengdra gjalda og annars rekstrarkostnaðar. En við viljum líka hafa það í huga að tekjurnar ykkar eru líka lítið lægri heldur en þið höfðu gert ráð fyrir í áætlun. Afskriftir í samstæðinu eru 86,7 milljónir. Það lítið hærra heldur en áætlanir með viðaukum og fjármagnsgjöldin umfram fjármunatekjurnar eru 117 milljónir. Afkoma hlutdeildarfélagsins, sem afkoma sem færð inn í samstæðu reikningsskilunum, sem hlutdeild ykkar í afkomu Geratúns, eru tæplega 9 milljónir. Þannig að rekstrarniðurstaðan neikvæð fyrir árið 2020 fyrir samstæðuna í heild eða á B-hluta eru 74,6 milljónir. Þið höfðu gert ráð fyrir að hún væri 4 milljónum verri í áætlun ykkar með viðaukum. Ég held að við höldum bara áfram og færum okkur hér yfir í efnahagsreikninginn eða eignir, og þar ætla ég kannski bara að taka sérstaklega fókusinn á samstæðan í heild sinni. Við erum ekkert að dvelja við A-hluta fjárhæðirnar, og vegna þess að samstæðan í heild sinni þá búið að eyða út þessum innri viðskiptastöðum, og það gefur okkur svona góða heildarmynd, þó að vissulega séu tölurnar í A-hlutanum mikilvægar. Ef við tölum varanlegu rekstrarfjármunina þá eru þeir 2 milljarðar 849 milljónir og hafa hækkað nokkuð á milli ára, enda eru þið í allnokkrum fjárfestingum á árinu. Fjárfestingin í samstæðunni í heild sinni á B-hluta eru 173,6 milljónir og skýra það að það nokkur hækkun á þessum lið á milli ára. Eignarhlutur í félögum, eina breytingin sem að verða þar á milli ára hlutdeildin í afkomunni í Geratúni. Það engar aðrar breytingar á þeim lið. Langtímakröfur fyrirgefið fyrirframgreiðslan í Brú lífeyrissjóð, hún lækkar bara gjaldfærslu ársins og þannig mun það verða næstu í það minnsta 18-20 árin og síðan lækkar það eilítið meira. Þannig að fastafjármunir samstæðunar eru 3,2 milljarðar tæplega og eru rétt rúmlega 3 árið áður. Óinnheimtar tekjur, það eru 102 milljónir og hækkaði lítið á milli ára. Í því samhengi vil ég bara benda ykkur á að það fjallað
skiptinguna á niðurfærslu matinu í skýringu sem verið að vísa okkur á, nr. 12, og það er mjög varfærið mat á óinnheimtum útsvarstekjum, sérstaklega hjá aðilum sem ekki búsettir lengur á landinu og óvíst algjörlega innheimtu. Þær kröfur eru bara færðar niður 100%, þannig að það engar væntingar þá innheimtu. Aðrar skammtímakröfur hækka eilítið á milli ára og það þarna inni endurkrafur virðisaukaskattur. Þarna verið að sækja líka vaska vinnumanna á byggingarstað sem endurgreitt núna og var aukið í kjölfar COVID-faraldursins og sem hluta viðbrögðunum. En handbært fé ykkar í árslok 97 milljónir og hefur vaxið aðeins á milli ára, og þegar við förum yfir sjóðstreymið þá rekjum við okkur aðeins í gegnum þær hreyfingar sem að eiga sér stað þar. Nú ef við förum síðan hér á næstu síðu, þar sem eru eigið fé og skuldir, þar kannski ekki margt sem ég ætla að dvelja við. Hins vegar þarna lífeyrisskuldbindingarnar, þær hækka og eru 266,6 milljónir og voru 244,6, það sé langtímahlutin, það sem kemur til greiðslu 2022 og síðar. Skammtímahlutin sem við sjáum þarna fyrir neðan 10,5 milljón, það sé það sem áætlað til greiðslu þá 2021. Og búseturétturinn, það eru hreyfingar á honum sem að þið getið glöggvað ykkur á í skýringu 15, en hann í árslok þarna rétt í kringum 70 milljónir. Og langtímaskuldirnar, þær hafa hækkað á milli ára. Lántökur ykkar á árinu 2020 320 milljónir og þær gera það náttúrulega verkum að áætlaðar næsta árs afborganir lána, þær hækka í ákveðnu hlutfalli þarna miðað við skilmála lánasamninga, og þær eru 181,2 milljónir áætlaðar í árslok 2020, þar sem þarf að greiða 2021. Og við setjum þessa tölu svo í samhengi bara við fjárhagsáætlanirnar ykkar, og af því að þetta í raun og veru talan sem að reksturinn þarf í það minnsta að skila til lengri tíma þessari fjárhæð í kassan til þess að standa skil á þessum afborgunum, og helst aðeins meira til þess að framkvæmdir svona til lengri tíma litið séu ekki allar fjármagnaðar í eðlilegu árferði með lántöku. Aðrar skammtímaskuldir, þær eru nú nokkuð á pari við árið í fyrra, það eru 207 milljónir, þannig að heildarskuldir og skuldbindingarsamstæðanir eru 2,5 milljarðar. Og þá förum við kannski í þann kafla ársreikningsins sem að ég vil meina að sé kannski svona hjartað í öllum rekstri sveitarfélaga, það að segja sjóðstreymið, vegna þess að þar erum við að horfa á að allar aðgerðir sem við förum í rekstri til þess að reyna að tryggja betri framlegð. Við höfum væntingar til þess að það skili sér í auknu veltufé, eins og Jakob vék að áðan, þá alltaf veltuféð svona ákveðin lykiltala í sjóðstreyminu. Og rekstrarniðurstaðan ykkar sem sagt neikvæð, eins og við sögðum áðan, og þegar að búið að taka tillit til svona liða sem hafa verið gjaldfærðir en hafa ekki áhrif á fjárstreymið, að þá veltufé frá rekstri samstæðunar rétt rúmar 99 milljónir. Síðan þarf að taka tillit til breytinga á rekstrartengnum eignum og skuldum, og þegar það hefur verið gert þá erum við með lykilstærð sem kallað handbært fé frá rekstri sem um 86 milljónir. Þannig að þegar við erum búin að rekja okkur í gegnum þetta, þá svona í sína einföldustu mynd, þá ættum við að vera með 86 milljónir tæplega til ráðstöfunar til þess að borga af lánum eða fjárfesta. Þið setjið 173,6 milljónir í fjárfestingar, fjárfesti í varanlegum rekstrarfjármunum fyrir það. Þannig að það búið að nota allt það handbæra fé sem var til í rekstrinum, og þið greiðið á árinu 196 milljónir rétt rúmlega af lánum, og þá þarf að fjármagna mismunin á þessu sem að vantar upp á, og þið takkið þá lán upp á 310 milljónir. Það að segja fjármögnunar hreyfingarnar, lántakan umfram afborganirnar á lánunum, til þess að dekka það sem að vantaði upp á þá fjármuni sem að reksturinn skilaði þegar þau eru búin að setja í fjárfestingarnar. Ég veit að þetta svona einföld mynd að þessu, en svona gagnast allavega mér best að horfa á þetta. Þannig að þegar við erum búin að rekja okkur niður gegnum þessar hreyfingar, þá hækkun á handbæru fé 26,6 milljónir, og það þar af leiðandi skýrir þessa stöðu á bankareikningum sveitarfélagsins í árslok. Ég veit að þetta svolítið hratt farið yfir, en síðan koma hér á eftir textaskýringar sem að ég ekki að fara að dvelja mikið við, en hvet ykkur hins vegar til þess að kynna ykkur þær reikningsskilaðaðferðir sem eru notaðar við framsetningu á fjárhæðum í ársreikningi sveitarfélagsins.
Langar bara aðeins að stoppa hér við skýringu 7, heildaryfirlit yfir rekstur, vegna þess að hér kannski svona saman þjappað yfirlit þar sem gott að glöggva sig á breytingu sem að verða, annars vegar á milli ára fyrir hvern einasta málaflokk sem að fyrir hvern einasta málaflokk sveitarfélagsins, annars vegar áætlun 2020 með viðaukum, ársreikningu 2019 og svo rauntölur einstaka málaflokks fyrir árið 2020. Og þarna sjáið þið, vil sérstaklega benda það, þarna sjáið þið framlögin til B-hluta sem eru 153,6 milljónir sem eru það eru framlögin sem eru tekjufærðir í dvalarheimilinu hjá okkur og skýrir í raun og veru það að dvalarheimilið með 146 milljón króna tekjuafgang, þar að segja það bara verið að tekjufæra þessa eftirgjöf á þessum viðskiptum, þar að segja 153 milljónar og áhrifin svo fram á við af þessu eru þau að það ekki verið að reikna vexti, af því að nú ekki viðskiptastaða þarna á milli sem einu nemur, þannig að það ekki verið að reikna vexti og gjaldfæra inn í dvalarheimilinu hjá okkur fram veginn, ekki vegna einhverjar skuldar sem að menn hafa mögulega þá ekki væntingar allavega það lengur að hún innheimtist. Og þá ef þið skoðið sundurliðina bókina og ég leyfi mér aðeins að hoppa yfir í hana, að þá sjáið þið að reksturinn, ef við tökum fyrir utan fjármagnsliðina, rekstrarniðurstaðan fyrir afskriftir tap upp á milljón. Síðan það voru ekki gjaldfærðir vextir út af þessum milli reikningum, þannig að þegar búið að taka tillit til vaxtagjalda sem að hvíla þá á einingunni, þá erum við með 7 milljón króna tap. Fram á veginn þurfum við mann síðan bara að velta því fyrir sér í samhliða áætlanagerðinu og skoða hvernig þetta gengur, hvort það muni þurfi þá bara að vera með hreinlega árlegt framlag til þess að mæta tapinu þannig að þetta fari ekki aftur að myndast einhver viðskiptastaða. Þannig að þetta svona það sem að ég vildi fara yfir með ykkur sundurliðunarbókin sem að fylgir ársreikningum. Hún mjög gagnleg vegna þess að þar getið rýnt reksturinn ennþá nánar alveg niður á einstaka deildir með hliðsjón af áætlun. Síðan koma hér á eftir bara sundurliðunin á fjárfestingarverkefnunum ykkar í skýringu 8. Það þá einstaka fjárfestingarverkefni A-hlutans í samhengi við áætlun með viðaukum og við erum svo sem ekki að dvelja mikið við það. Heildarfjárfesting A-hlutans eru rétt rúmar 150 milljónir. Þeir höfðu gert ráð fyrir 164 milljónum, það eilítið undir áætlun og heildarfjárfesting samstæðunar 173 eins og áður sagði og þeir höfðu gert ráð fyrir 180 milljónum. Það eitthvað aðeins að hreyfast á milli liða en við erum ekki svo sem að dvelja neitt sérstaklega við það. Síðan hér bara rétt í lokin þá á þessari yfirferð áður en að ég gef Gyðu sem að starfa með okkur í endurskoðunni aðeins orðið og hún ætlar að renna yfir endurskoðunarskýrslunni með ykkur. Það langar mig aðeins að gera hér að umtalsefni og víkja að því sem að Jakob var að tala áðan að hér erum við í skýringu 21 með lykiltölu yfirlit fyrir A- og B-hluta síðustu 5 árin. Það alveg ástæði fyrir því akkur menn eru að lista þessar tölur upp, ekki bara það að menn hafi gaman að samanburði heldur. Það gott að rýna þetta og hvort menn séu komnir með svona ákveðið trend í tölunum og hvort að menn vilji mögulega þá grípa til frekari aðhaldsaðgerða eða létta reksturinn með einhverjum hætti. Og við sjáum að laun og launtengd gjöld hafa verið að taka, og þetta í hlutfalli við rekstrartekjur, þau til dæmis hafa verið að taka til sín aukinn hluta rekstrarteknanna. Þegar 2016 fyrirgefið þá eruð þið með 56,7%, árið í ár þá eruð þið komin upp í 65,3%. Höfum við það í huga að það flökt á tekjum líka sem hefur áhrif að sjálfsögðu á þessi hlutföll, en þið voruð hins vegar komið með þetta niður undir 60% á árið undan, 2019. Þannig að þetta mjög svona gagnlegt yfirlit til þess að horfa aðeins á hvað að gerast í reksturinn hjá okkur á milli ára. Þá var ég að spá í hvort þið viljið að Gyða komi bara núna og renni yfir með okkur endurskoðunarskýrslan og svo tökum við að sjálfsögðu við þá fyrirspurnum í framhaldinu. En ég þakka þú fyrir mig. Sæl.
það var búið að afhenda endurskoðunarskýrsluna til Ráðhússins. Já. Þetta eru drög ennþá og verða drög fram að seinni umræðu og við ætlum bara að renna aðeins yfir hana hérna á skjá. Og þessi glæra svona sýnir aðeins bara í rauninni hvernig við skilgreinum gæði í endurskoðun og þið getið kynnt ykkur í róleitum þegar skýrslan verður afhent. En hér eru helstu niðurstöður í endurskoðunarskýrslunni okkar fyrir árið 2020. Og við leggjum mikinn fókus á innra eftirlit og sniðgöngu stjórnenda á eftirliti og stjórnsýsluskoðun sem er lögbundin skylda okkar vegna endurskoðunar. Nú áhrif heimsfaraldursins og atburð eftir reikningsskiladag eru mikil áhersla hjá okkur núna sem og önnur atriði. Við fjöllum aðeins hérna aftan viðmiðunarfjárhæðir en við erum ekki með neina óleiðrétta mismuni og það sem við klárum svo samhliða seinni umræðu ársreikningi eru staðfestingarbréf stjórnenda, afgreiðsla á áritun bæjarstjórnar, undirritun og áritun endurskoðunarskýrslu og svo loka útgáfa endurskoðunarskýrslu. Og við viljum benda á að á skrifstofu sveitarfélagsins aðgreining starfa í ákveðnum tilfellum ekki með fullnægjandi hætti og stjórnendur eru meðvitaðir um veikleikann. En vegna stærðar og umfangs skrifstofu er ekki alltaf hægt að ná þessari aðgreiningu 100%. Og varðandi veikleika í stjórnsýslu þá kom ekki neinu verulegi veikleikar fram í könnun okkar. Og hér á eftir mig má sjá yfirlit umfang endurskoðunar á síðu 6. Og hér er glæra sem sýnir í rauninni mikilvægi sem við notust við í endurskoðun og mikilvægi ársins 2020 eru 51 milljón og er þetta í rauninni reiknuð tala sem segir okkur hversu mikið skekkja mætti verið í ársreikningi til þess að við teldum að hann gæfi ekki glögga mynd eins og við tölum um. Og litlir mismunir sem við skoðum einnig aukalega að ef að þeir næðu 2,6 milljónum þá væri það sérstaklega tilkynnt til bæjarstjórnar. Og hér sjáum við yfirlit yfir þær einingar sem eru inn í ársreikningnum, sem brotið niður í A og B hluta. Og hér sjáum við fyrirhugað áritun og við gerum ráð fyrir áritun verði fyrirvaralaus ef ekki kom einhver verulega atriði fram núna á milli fyrri og seinni umræðu sem gætu haft áhrif á niðurstöðuna hjá okkur. Nú hér erum við svo með viðbrögð okkar og við áherslum í endurskoðun. Og varðandi innra eftirlits og fjárhagskerfi að þá voru engin verulegi veikleikar á innra eftirliti aðrir en þeir sem ég talaði um áðan og snúa inn aðgreiningu starfa á skrifstofunni. Og glærunum síðan fjalla nánar okkar viðbrögð. Nú ein af okkar skildum að kanna mögulega sniðgöngu stjórnenda á eftirliti og ekki komin einar vísbendingar fram það hjá okkur á árunum 2020. Stjórnsýsluskoðun er eins og ég kom fram áðan lagaskylda hjá okkur og ekki komin eina verulegar athugasemdir fram við stjórnsýsluskoðunina. Og svo á þessari glæru og næstu 6 glærum fjallað viðbrögð okkar við einstaka liðum í ársreikningnum og niðurstöðu þeirra skoðunar er að við gerum ekki athugasemdir við færslu þeirra í ársreikningi. Ég ætla ekki að fara reitt ítarlega í flokkana. Og svo skoðum við hérna ítarefni og aðrar upplýsingar til bæjarstjórnar. Nú varðandi áritun ársreikninguna eins og kom fram áðan og þá verður hún fyrirvaralaus ef ekkert kemur upp á núna fram að næsta fundi. Nú við endurskoðun þá byggjum við á vinnu sérfræðings tryggingastarffræðings utan KPMG sem hefur staðfest óhæði sitt gagnvart sveitarfélaginu og þeim lífeyrissjóðum sem útdeilt skuldbindingarinnar í framkvæmd. Og varðandi staðfestingu óhæði þá kom ekkert upp nein brot á óhæðisreglum við endurskoðunina. Endurskoðunarteymið og aðrir hjá KPMG sem tengjast endurskoðunni hafa fylgt siðareglum óhæði.
Og í endurskoðun okkar hefur við líka metið hversu viðeigandi reikningshaldslegt mat og skýringar eru í ársreikningi sveitarfélagsins. Almennt teljum við að þessi atriði vera viðeigandi. Og hér eru svona ákveðin upplýsingar fyrirvara. Og auk þess viljum við aðeins fara yfir með ykkur breytingar sem eru í vændum sem kannski hafa áhrif á ykkur í uppsetningu ársreiknings 2021. Viljum vekja athygli á þessum breytingum sem eru á reglugerð 12/2015 sem tengjast því að sveitarfélögum núna gert að færa inn í samantekið reikningsskil sín samstarfsverkefni eins og byggðasamlög, sameignarfélög, sameignarfyrirtæki og önnur félagsform sem eru með ótakmarkari ábyrgð miðað við hlutfallslega ábyrgð sveitarfélaganna. Þannig að þetta kemur til með að breyta aðeins útlitinu á ársreikningi 2021. Nú hérna eru svo á næstu glærum viðaukar sem sýna lykiltölur og fjárhagsáætlanir, sem sagt þá erum við að horfa saman á rauntölu 2019 og 2020 í samanburði við áætlanir fram til ársins 2021. Og hérna sjáum við sem sagt þróun rekstrar og veltufjár frá rekstri til ársins 2024 út frá rauntölu 2019 og 2020 og samþykktum áætlunum eins og þær eru í dag til 2024. Og ef við horfum á rekstrarniðurstöðu áranna þá sjáum við að það er neikvæð rekstrarniðurstaða á árunum 2020 og gert ráð fyrir því líka á árunni 2021. En jákvæð rekstrarniðurstaða fram til ársins 2024. Og í línunni þar fyrir neðan erum við að horfa á rekstrarjöfnuðinn til 3 ára sem er náttúrulega mælikvarði sem við erum ofta að fylgjast með. Og þá sjáum við að hann verður væntanlega neikvæður 2022 en svo jákvæður árunum eftir. Svo leiðum við út hérna veltufé frá rekstri samkvæmt sjóðstreymi, drögum síðan frá afborganir langtímalána og skuldbindinga og sjáum þá annaðhvort greiðsluafgang eða fjárþörf fyrir hvert ár fyrir sig. Þannig að þið sjáið að á árinu 2024 er gert ráð fyrir að þessi greiðsluafgangur upp á 23,2 eða 23,3. Og í línunni þar og eftir uppsafnaði greiðsluafgangur eftir afborganir lána eða greiðsluþörf upp á 14,6. Og uppsöfnuð fjárþörf 2021-2024 vegna fjárfestingar eru 490 milljónir og samanlögð uppsöfnuð fjárþörf er þá 504,6. Og miðað við uppsafnaða lántöku þá er hún 480 milljónir og ófjármögnuð fjárþörf í áætlunum eru 24,6 sem væntanlega er þá leyst með lækkun á handbæru fé. Nú miðað við framkomnar áætlanir mun sveitarfélagið standast viðmið við skuldahlutfall og skuldaviðmið og þá er gert ráð fyrir að skuldaviðmiðið verði 126% árinu 2024. Nú hér á eftir eru svona myndrænar uppsetningar á þessum fjárhæðum og ég ætlum nú ekkert að eyða tíma ykkar í að fara yfir það. Þú getið kynnt ykkur það í skýrslunni þegar hún kemur til afhendingar. Þá er ég búinn, Haraldur. Þá er bara orðið laust. Er það ekki? Takk kærlega fyrir góða kynningu. Það er orðið laust ársreikninga 2020. Og það kveður sér engin ljós. Þannig ég þakka kærlega fyrir góða kynningu.
Þá göngum við til annarra dagskrár. Hér eru 30 mál og eitt búið. Já. Það er kannski betra. Kannski betra að klára að leið 19 ári held áfram, fyrirgefið því. Bæjarstjórn samþykkir að vísa ársreikningi Stígamótsbæjar til seinni umræðu í bæjarstjórn. Hver er samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá er liður 1. Fundargerð skipulags- og byggingarnefndar nr. 250. Fundargerð lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðsi ljós. Liður 2. Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa nr. 11. Fundargerð lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Lárus Ásmann gerði svo vel. Forseti, ég hef nú viðurkennt það, ég man ekki alveg í hvaða plaggi þetta er sem ég ætla aðeins að taka þetta upp. Það varðar Ytri-Höfða, þar sem Sæmundareit, og þar sem er óskin að gera þurrkhjall og smáhúsi að íbúðarhúsi. Þetta er nú, þetta er svona óhentugt að þetta komi hérna, það er nýbúið að samþykkja deiliskipulag fyrir þetta svæði, en gott og vel. Þetta er mjög gott svæði og mjög gott að gera hérna lóð fyrir og íbúðarhús, heilsárshús. Það sem ég vil bara vekja athygli á, það er fyrst og fremst þetta að þetta er svo óhentugt að þetta komi, ef ekki komið inn í vinnuna þegar við vorum að vinna þetta. Og svo hitt að við þurfum að fara vel yfir varðandi kostnað við gatnagerð og þá mögulega lóðastækkun og annað slíkt sem að þessu fylgir. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós? Þá er það liður 3. Ágústufundur byggingarfulltrúa nr. 12. Fundargerð lögð fram til kynningar. Orðið er laust. Engin kveðja sér ljós. Liður 4. Ágústufundur byggingarfulltrúa nr. 13. Fundargerð lögð fram til kynningar. Orðið er laust. Engin kveðja sér ljós. Liður 5. Skóla- og fræðslunefnd, fundargerð nr. 183 lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Enginn hefur kveðið sér hljóðs. Liður 6. Bæjarráð, fundargerð nr. 626 lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Lárus Ásmann gerði svo vel. Forseti, ég bara aðeins varðandi fundargerðina, þá vil ég byrja á því að lýsa ánægju minni með þann fund. Það var skemmtilegur fundur, það var kraftur í honum og tekin ansi skemmtilega umræða eitt og annað og gert af svona bara víðsýni og framsýni eins og við þurfum að gera og geta gert og það var skemmtilegur og árangursríkur fundur tel ég. Ég vil aðeins vekja athygli á máli þarna sem er mál nr. 28 í fundargerð bæjarráðs sem er mál sem ég óskaði eftir að tekið á dagskrá. Það var mögulegu flutningur starfsemi tónlistarskóla í húsnæði Andbókasafnsins. Þetta var eitt af þeim svona, hvað við segja, róttækum málum sem við tókum til umræðu og setur okkur á stað í eitthvað sem að mun kannski skila einhverju en kannski engu. En bara svo ég útskýri hver hugsunin á bak við þetta, þá snýr það því
að það hefur alltaf verið draumur okkar sem að setja í bæjarstjórn að við getum samþætt meira skólastarf og starf tónlistarskólans og sérstaklega yngstu nemendum gætu þá tekið sitt tónlistarnám á skólatíma jafnvel. Það er mikið að gera hjá þessum börnum og það myndi auka þá faglegu möguleika mikið vonandi. Og svo hitt að eins og við erum alltaf að reyna að gera er að nýta eignirnar okkar, nýta peningana. Og það var byggt þetta bókasafn og þá er þetta nú svona aðeins bara að ýta þess úr vör. Hvert þetta leiðir okkur, veit ég ekki. Kannski eitthvað, kannski ekki neitt. En ég hef full að trúa því að þetta verði rætt af mikilli fagmennsku og jákvæðni eins og við gerðum hérna á bæjarráðsfundinum daginn. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus Már. Orðið er laust. Engin kveðið sér hljóðs. Liður 7 fundargerðir stýrihóps hönnun og framkvæmdir að HFF Stykkishólmi eða hjúkrunarrými Heilbrigðisstofnunar Vesturlands. Lögð fram fundargerð 17. stýrihópsfundar sem fór 15. apríl frá árið 2021, lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðið sér hljóðs. Liður 8, fundargerð stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, lögð frá fundargerð fundarnúmer 161 sem fór 10. mars 2021, lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðið sér hljóðs. Liður 9, fundargerð framkvæmdastjóra Byggðarlagssamlags Snæfellinga, lögð fram fundargerð frá 12. mars síðastliðnum, lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðið sér hljóðs. Liður 10, áskorun til sveitarfélaga, lögð fram áskorun frá Bændasamtökum Íslands að nýta innlend matvæli eins og kostur er, sérstaklega grænmeti, kjöt og fisk í skólamáltíðum barna, lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Erla Gersvald. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er ansi ágætt áskorun til okkar sem við myndum gjarnan vilja taka undir og erum hérna með bókun. Undirrituð taka undir hvatningu grænmetisbænda og benda á að umfjöllunarefnið á við hvort sem er að ræða skólamáltíðir eða máltíðir fyrir aðra. Undirrituð hvetja mötuneyti Stykkishólmsbæjar til þess að leitast við að bjóða upp á sem mest að svæðisbundnu hráefni, hvort sem ræðir grænmeti, fisk eða annað. Þar sem leita þar lengra skyldi leggja áherslu á íslenskt í hvívetna. Ferskt svæðisbundið hráefni gefur starfsmönnum einnig tækifæri á að vinna matvælin frá grunni og losna því við að kaupa inn unnin og forsteikt matvæli með tilheyrandi aukaefni. Og undir þetta ritum við Haukur. Takk fyrir þetta, Erla. Orðið er laust. Lárus Már Gersvald. Forseti, ég vil bara taka undir þessa bókun með Hauki og Erlu og að benda á þetta fellur líka vel undir þessa vangaveltur okkur varðandi heilsueflandi samfélag. Það eru gæða vörur sem eru framleiddar hérna á Íslandi og bara að gera að við tökum þetta og setjum þetta inn í okkar vinnu varðandi mötuneyti í skóla og dvalarheimili sem þetta er náttúrulega eldað allt á sama stað, þannig að þetta er ekki langt að fara með þetta. Við erum svo heppin að hafa gott hráefni hérna og að gera líka bara að gera þetta svolítið á krafti og opinbert og gera börnin okkar meðvituð hvert við erum að sækja matvælin og koma hérna úr sjónum hérna fyrir utan og koma úr högunum hérna í fjöllinum og slíkt og hreinleikin og rekjanleikin er til fyrirmyndar. Þannig að
mér finnst þetta sniðugt mál og ég tek bara undir þessa bókun. Takk fyrir þetta, Lárus Osmar. Orðið er laust. Engin kveðs ljós. Liður 11 landvarsla við Breiðafjörð. Lagðar fram 2 skýrslur landvörslu við Breiðafjörð 2019 til 2020 en landvarsla hefur nú verið á og við verndarsvæði Breiðafjarðar í 2 ár í samræmi við fjárveitingar umhverfis- og auðlindaráðuneytis. Landvarsla 2019 til 2020 var unnin samkvæmt áherslum Breiðafjarðarnefndar en skipulögð af Umhverfisstofnun. Það er mat þeirra sem að verkefnin hafa komið að fullt tilefni sé til að halda landvörslu áfram á svæðinu. Lagt því fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðs hljóðs. Það liður 12. Fundargerð stjórnar Hafnasambands Íslands. Lögð frá fundargerð frá fundi nr. 433 sem haldið var 19. mars síðastliðinn. Lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðs hljóðs. Liður 13. Fundargerðir 2021 Samband Íslenska sveitarfélaga. Lögð fyrir fundargerð fundar nr. 896 sem haldið var föstudaginn 27. mars síðastliðinn, lagt því fram til kynningar og orðið er laust. Og engin kveðs hljóðs. Liður 14. Fundargerð fundar 192 félagsmálanefndar Snæfellinga. Lögð hér fram opinber útgáfa fundargerðar frá 7. apríl síðastliðinn, lagt því fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðs hljóðs. Liður 15. Fundargerð stjórnar byggðarlagssamlags rekstur félags- og skólaþjónustu Snæfellinga. Lagðar fram fundargerðir nr. 115 og 116 rekstur félags- og skólaþjónustu frá 27. febrúar og 31. mars, framleitt hér til kynningar og orðið er laust. Engin kveðs hljóðs. Liður 16. Fundargerð Breiðafjarðarnefndar. Lögð fram fundargerð frá fundi nr. 188 sem haldið var 25. febrúar, framleitt hér til kynningar og orðið er laust. Engin kveðs hljóðs. Liður 17. Umsagnir frumvarp til laga frá apríl 2021. Lagðar fram umsagnarbeiðni frá nefndasviði Alþingis frumvarp til laga og tillögur til þingsályktunar í apríl 2021. Lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðs hljóðs. Liður 18. Ægisgata 1. Kæra og greinargerð Stykkishólmsbæjar. Lögð hér fram tilkynning stjórnsýslukæru í tengslum við framkvæmdir á lóðinu nr. 1 við Ægisgötu í Stykkishólmi dagsett 30. mars 2021 þar sem Lagavarðan EHF fyrir hönd lóðarhafa Ægisgötu 3 og Austurgötu 12 krefst þess að framkvæmdir verði stöðvaðar meðan unnið er á lagfæringum á lóðinu og fleira. Jafnframt er lögð fram greinargerð Stykkishólmsbæjar þar sem hafnaði kröfu stöðvun framkvæmda og jafnframt bent á að kærufrestur kunni að vera liðinn og því ber að vísa málinu frá ásamt öðrum gögnum málsins. Lagt því fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðs hljóðs. Liður 19 er búinn. Byrjum á honum. Liður 20 akstursþjónustu í Stykkishólmi. Á fundi bæjarráðs nr. 626 voru lögð fyrir drög að gjaldskrá akstursþjónustu eldri borgara í Stykkishólmi. Bæjarráð samþykkti gjaldskrá akstursþjónustu og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja hana. Orðið er laust. Engin kveðs hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir gjaldskrá akstursþjónustu eldri borgara í Stykkishólmi. Hverju er samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Liður 21. Kennslukvóti fyrir skólaárið 2021 til 2022. Á fundi bæjarráðs nr. 626 var lögð fram að nýju beiðni skólastjóra grunnskólans í Stykkishólmi kennslukvóta fyrir skólaárið 2021 til 2022 ásamt umsögn fundar nr. 182 skóla- og fræðslunefndar málið. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum að kennslukvóti grunnskólans í Stykkishólmi verði 450 kennslustundir skólaárið 2020 til 2022 vegna fyrirliggjandi sérverkefna og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu og kennslukvóta. Orðið er laust. Lárus Osmar, gerðu svo vel.
Forseti, þetta nú svona stundum aðeins smá viðkvæmt varðandi nándina og hvar maður starfar. Ég vinn alltaf upp í skóla og tengist jafnvel þessar aukningu, þannig að ég ætla að sitja hjá við þessa afgreiðslu. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Bæjarstjórn samþykkir að kennslukoti grunnskólans í Stykkishólmi verði 450 kennslustundir skólaárið 2021 til 2022 vegna fyrirliggjandi sérverkefna. Hverju eru samþykkið þessu? Og Lárus Ásmar situr hjá. Lið 22, mögulegar viðræður sameiningu sveitarfélaga. Lárus Ásmar Hannesson, bæjarfulltrúi, óskaði eftir því að til umræðu á bæjarráðsfundi yrði tekið stefna Stykkishólmsbæjar í mögulegum sameiningum sveitarfélaga og hvert bæri að stefna í þeim málum. Í bókun 627. fundi bæjarráðs tók bæjarráð fram að ráðið sé opið fyrir mögulegum sameiningum á svæðinu og vísaði bæjarráð að öðru leyti umræðum til bæjarstjórnar. Orðið er laust. Lárus Ásmar, gerðu svo vel. Forseti, ég ætla bara aðeins að fylgja þessu hlaði. Það er búið að vera að vinna að lagabreytingu sem að gerir ráð fyrir að lágmarksstærð sveitarfélaga yrði hækkuð og lögboðin, þar að segja, yrði 200 manns fyrir kosningarna 2022 og 1000 manns fyrir árið 2026. Og ég verð að viðurkenna það að ég hef nú verið einn af þeim sem hefur hælt sveitarstjórnarráðherra og ríkisstjórninni fyrir að fara þessa vegferð, af því að mér fannst þetta bara sýna kjark og til þessari stjórnmálamenn að taka ákvarðanir sem eiga að leiða samfélögin inn í framtíðina. Núna virðist þannig vera að þetta verði ekki að veruleika og mér finnst það miður, af því að þetta var líka í samræmi við bókun Samband íslenskra sveitarfélaga, sveitarstjórnarfulltrúar sem voru þar. Það er að segja mjög margir sveitarstjórnarfulltrúar vilja að þessi kaleikur verði tekin að þeim. Við erum samþykktum að ræða við dalamenn, fara í kaffi og spjalla við þá mögulega sameiningu og það er bara allt í lagi. Ég var svolítið samt mér finnst þetta svona kannski ekki rökrétt fyrsta stig miðað við þá snertifleti sem eru við sveitarfélögin henni kringum okkur og vesturrétt í Nesinu. Mér finnst það einhvern veginn miklu rökréttara á öllu leyti, en þannig að mín skoðun er alveg skýr. Ég tel að við eigum að kanna bara mjög afgerandi hætti hvort að það er einhver eru jákvæð viðbrögð við því á sveitarfélögum á Snæfellsnesi núna að fara að skoða þessi mál. Það yrði væntanlega ekki búið að sameina eða gera neitt fyrir næstu kosningar. Það er spennandi að fylgjast með þessu verkefni, það er austan og við vitum að við erum að vinna saman ekki bara sveitarfélögin í sínum verkefnum, heldur íþróttafélögin, hvort sem það er HSH eða Snæfellingur, hestamenn og fleira. Það liggur fyrir að meðgjöf með sameiningu hérna yrði 2 milljarðar og það væri gaman bara að fá þetta upp á borðið, gera könnun meðal íbúa. En þetta er kannski málinn í framtíðina. Þetta mun ekki þokast neitt ef ég er einn á þessu eða sveitarstjórnarfulltrúar almennt á Nesinu er ekki með þessu. En ég vildi bara taka þetta svolítið svona skýrt fram hérna, hvað mín skoðun liggur og gera það hér með. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus Ásmar. Orðið er laust. Orðið er laust sameiningu sveitarfélaga. Enginn kveður til hljóðs. Liður 23. Stefnumörkun í málefnum einstaklinga 60 ára og eldri, eða 60+.
Á 627. fundi bæjarins voru lögð fram drög að erindisbréfi starfshóps stefnumótun Stykkishólmsbæjar í málefnum einstaklinga 60 ára og eldri. Bæjarráð lagði til við bæjarstjórn að stofnaður verði starfshópur í samræmi við fyrirliggjandi erindisbréf og vísaði skipun starfshópsins til bæjarstjórnar. Bæjarstjórn samþykkir að verði starfshópur stefnumótun í öldrunarþjónustu í Stykkishólmi í samræmi við fyrirliggjandi erindisbréf. Eftirtaldir eru kjörnir í starfshópinn Sumarliði Ásgeirsson formaður, Hanna Jónsdóttir og Ingveldur Eyþórsdóttir. Orðið laust þennan lið. Enginn kveður sér hljóðs. Hverju samþykkir þessum starfshóp og hann verði skipaður? Og það samþykkt samhliða. Liður 24 aðalgata 13, lóðaleigusamningur. Á 627. fundi bæjarráðs voru lögð fram drög að nýjum lóðaleigusamning við eigendur aðalgötu 13 ásamt lóðarblaði samkvæmt núgildandi deiliskipulagi. Bæjarráð samþykkti lóðaleigusamning fyrir aðalgötu 13 og fór bæjarstjórn að undirrita hann fyrir hönd Stykkishólmsbæjar og vísa hann til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið laust. Bæjarstjórn staðfestir lóðaleigusamningi við aðalgötu 13. Hverju samþykkir því? Og það samþykkt samhliða. Liður 25, heildarskipulag áningarstaðar og útsýnisvæðis á Súgandisey. Á 250. fundi skipulags- og byggingarnefndar var lögð fram tillaga að lýsingu á deiliskipulagsverkefni fyrir Súgandisey. Markmið skipulagsvinnunnar er tvíþætt, annars vegar að skapa ramma utan svæði fyrir útivistarfólk til göngu og náttúruupplifunar og hins vegar að tryggja öryggi sjófarenda með sjótengdum mannvirkjum. Skipulagsverkefni byggir á núverandi aðstæðum ásamt að leggja línur framtíð svæðisins. Skipulags- og byggingarnefnd lagði til að lýsing á deiliskipulagsverkefni fyrir Súgandisey verði auglýst til kynningar fyrir almenningi og öðrum hagsmunaaðilum samkvæmt 1. og 2. málsgreinar 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Bæjarráð samþykkti á 627. fundi sínum lýsing á deiliskipulagsverkefni fyrir Súgandisey. Jafnframt lagði bæjarráð til við bæjarstjórn að samþykkja lýsinguna og að hún verði auglýst til kynningar fyrir almenningi og öðrum hagsmunaaðilum samkvæmt 1. og 2. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir lýsinguna og samþykkir að hún verði auglýst til kynningar fyrir almenningi og öðrum hagsmunaaðilum samkvæmt 1. og 2. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Hverju eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Silfurgöta 24a, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Lagt er fram erindi þar sem sótt er leyfi fyrir stækkun á íbúðarhúsi 11 fermetra til norðausturs. Fyrirleggur jákvæð umsókn frá Minjastofnun Íslands. Byggingarfulltrúi vísaði erindinu til skipulags- og byggingarnefndar. Erindi var grenndarkynnt fyrir eigendur Silfurgötu 22 samkvæmt 2. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Kynningartímabili var til 19. apríl síðastliðinn. Þar sem fyrir liggur samþykki hagsmunaaðila fyrir tillögunni var heimilt að stytta grenndartímabili samkvæmt grein 592 skipulagsreglugerðar nr. 90/2013. Skipulags- og byggingarnefnd lagði til á síðasta fundi sínum að erindi verið samþykkt að uppfylltu skilyrðum byggingarfulltrúa þar sem fyrir liggur skrifleg samþykki hagsmunaaðila fyrir tillögunni. Bæjarráð samþykkt á síðasta fundi sínum tillögu skipulags- og byggingarnefndar og lagði til að hún yrði staðfest í bæjarstjórn. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir tillögu skipulags- og byggingarnefndar. Hverju samþykkir því? Og það er samþykkt samhliða. Aðalgata 15a, fyrirspurn, Steinunn. Steinunn víkur á fundi undir þessum lið. Liður 27, aðalgata 15a, fyrirspurn. Lögð fram beiðni Þ. Borg ehf. Umfjöllun nýbyggingu sem áætlað er að reisa á aðalgatu 15a samkvæmt meðfylgjandi teikningum. Húsið er innan byggingareits. Skipulags- og byggingarnefnd tók jákvætt til tillögun á síðasta fundi sínum en samkvæmt bókun nefndarinnar er tillagan í samræmi við gildandi deiliskipulag miðbæjar samanber breytingu sem var samþykkt 31.3.2017. Bæjarráð tók undir afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar á fundi 626 og vísaði til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið laust. Lárus Ásmann, gerðu svo vel.
Forseti, ég þarf aðeins að velta fyrir mig bara ekki síst eftir bæjarráðsfundinn. Sko nú þetta í samræmi við gildandi deiliskipulag og af hverju þetta að koma þá til afgreiðslu í bæjarstjórn? Það kannski eitthvað sem ég eitthvað að miskilja eða hvernig það en sko nú þetta bara í samræmi við deiliskipulag og þetta fyrirspurn. Þetta ekki bara eitthvað sem starfandi byggingafulltrúi að svara eða hvernig það? Ég bara fá aðeins upplýsingar á þetta. Takk fyrir þetta, Lárusson Smár. Jakob Björgvin, gerðu svo vel. Forseti, þetta er ágætis fyrirspurn frá bæjarfulltrúa Lárusi Ásmári. Nú skýringin er kannski einfaldlega svo að hann ásamt öðrum bæjarfulltrúum á Bæjarráðsfundi afgreiddu málum með þessum hætti. Það er svo sem engin sérstök ástæða fyrir þetta að vísað endilega til bæjarstjórnar nema þó bara er engin svona sérstök ástæða fyrir einhversa stjórnvaldsákvörðun í þessu máli. Þetta var fyrirspurn, ef fólk hefði skoðun á það, eða bæjarfulltrúar hefðu skoðun á það, eða bæjarstjórn hefðu skoðun á þessu máli, þá hefum komið fram hér. Það var sennilega ástæðan fyrir þessu að vísa til bæjarstjórnar. Annars er þetta málefni sem að skipulagsfulltrúi svarar og skipulagsbyggingarnefnd er búin að svara þessari fyrirspurn fyrir sitt leyti. Bæjarráðið tók undir það. Eina sem bæjarstjórnin hér er að gera þá að staðfesta þá afstöðu. Ef bæjarfulltrúar, ég gerir ráð fyrir að bæjarráð hafi þá verið að horfa til þess í sinni afgreiðslu að ef bæjarfulltrúar hafi vilja tjá sig um málið á opinberum vettvangi, þá væri það þessi vettvangur hér og þessum málið hér á dagskrá. Aðrar skýringar hef ég ekki. Takk fyrir þetta, Jakob. Lárusson Smár, gerðu svo vel. Forseti, ég þakka bæjarstjóra ágætt svör. Ég gerum alveg grein fyrir því að einn af þeim sem tók þátt í að afgreiða þetta. En ég velti líka fyrir mig þá af hverju þetta var að koma. Það er svona aðalega það sko, að við séum bara með sömu vinnuferla í öllum málum. Og þó ég hefði einhverja persónulega skoðun á gildandi deiliskipulagi þá hef ég rauninni kannski ekki heimild til þess að ganga gegn þeim lögum og reglum sem það gilda. Það er að segja að þetta er innan ramma skipulagsins, þá skiptir mín persónulega skoðun engu sko ef það verði kemur okkur það að þetta er til fellt þá væntanlega hefur sá sem ætlar byggja þetta hús réttin sín megin á meðan skipulagið er í gildi. Þannig að þetta er bara meira þetta, erum við að fara að taka svona fyrirspurnir bara inn eða ekki, en þetta er bara einstakt mál og mér er stöðlátt hús, þetta var glæsilegt hús og hlindur þessu, þannig að þetta bara snerist af hverju við erum að fara með þetta þennan feril og ég er búin að fá skýring á því. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus Smár. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs undir lið 27. Svo er ekki. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar. Hver er samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða og Steinunn má það koma inn á fund. Steinunn Ingibjörg kemur aftur á fundinn og við höldum áfram. Liður 28, gjaldskrá tónlistarskóla Stykkishólms. Á 627. fundi bæjarráðs var lögð fram tillaga skóla- og fræðslunefndar að gjaldskrá tónlistarskóla Stykkishólms fyrir næsta skólaár. Bæjarráð samþykkti 3% hækkun á gjaldskrá tónlistarskóla Stykkishólms og vísaði gjaldskrá til samþykktar í bæjarstjórn. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir 3% hækkun á gjaldskrá tónlistarskóla Stykkishólms. Hverju samþykkir því? Og það er samhliða. Liður 29, starfsmiðstöð samkeppni um nafn.
Lagt er fram erindi frá Suðureyjum EHF þar sem framkemur að efnt verði til samkeppni nafn og niður yfir starfsmiðstöð á Aðalgötu 10. Í erindinu er óskað eftir því að Stykkishólmsbær skipi einn fulltrúa í dómnefnd og aðstoði að koma upplýsingum samkeppni á framfæri á miðlum bæjarins. Orðið er laust. Erla Friðriksdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Það er sjálfsagt mál að verða við þessar beiðni nafnasamkeppnina en við viljum bara fá að nota tækifæri og fagna þessu framtaki hjá Suðureyjum. Þetta er ótrúlega vel gert hjá þeim að koma upp þessari aðstöðu hérna í Stykkishólmi þar sem að fólk í rauninni hvar sem það starfar ef aðstæða bjóða upp á það geta búið og sinnt sínu starfi hérna á Hólmunum. Þannig að við erum hérna með eftirfarandi bókun. Undirritið fagna frábæru framtaki Suðureyja EHF og mikilvægri viðbót við þróun atvinnulífs í Stykkishólmi. Undirritið leggja áherslu á að allir sem sjá sér tækifæri í að nýta sér þessi skrifstofurými fyrir störf sín eru velkomnir í Stykkishólm. Þannig eflum við mannlíf og auðgum. Og undir þetta rita við Haukur. Takk. Takk fyrir þetta, Erla. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs. Lárus Ósmar, gjörðu svo vel. Forseti, þetta verkefni hefur komið hérna inn til okkar áður og ég vil bara gera eins og Erla hérna áðan að lýsa yfir mikilli ánægju með þetta verkefni. Það er akkúrat svona sem að sprotarnir eru til og við sækjum einhvern veginn fram. Þannig að sjálfsögðu verðum við þessar beiðni og skipum í þessa nafnanefnd og óskum þessu bara velfart þar. Það er spennandi að fylgjast með þessu. Þetta er frábært húsnæði og frábærum stað. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus Ómar. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs? Svo er ekki. Það er stíl við orð Lárusar og Erlu að stendur að bæjarstjórn lýsir ánægju sinni með frumkvæði og áætlanir fyrirtækisins og samþykkir að forseti bæjarstjórnar verði fulltrúi Stykkishólmsbæjar í dómnefnd. Hver eru samþykkið þessu? Þá komum að lið 30 sem eru minnispunktar bæjarstjóra. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti. Páskarleyfi nemenda á grunn- og tónlistarskóla hófst með skjótum hætti þegar að sóttvarnareglur voru hertar í lok mars. Þegar nýjar reglur skóla voru gefnar út, svo kom í ljós að nemendur voru undanþegnir þeim reglum og hægt var að hefja hefðbundið skólastarf að nýju eftir páska. En ýmsum viðburðum og ferðalögum bekki hefur þurft að fresta. Heilsuefling 60+ er komin af stað aftur eftir COVID-stopp en auk þess sem félagsstað saumaklúbbsins er byrjað aftur, starfið vel af stað og gætt að öllum sóttvarnareglum. Í stengslu við áskorun félags- og barnamálaráðherra til sveitarfélaga að efla félagsstarf fullorðinna sem og frístundastarfsemi fyrir börn í sérstaklega viðkvæmri stöðu árið 2021 var sótt af hálfu Stykkishólmsbæjar fjárframlag vegna sérstakra viðbótarverkefna í félagsstarfi fullorðinna. Félagsmálaráðuneytið veitti 304 milljónum í styrk til Stykkishólmsbæjar til uppsetningar rafrænnar útgáfu af heilsueflingu eldri borgara þar sem æfingar hafa að mestu legið niður í vetur vegna sóttvarnar takmarkana. Æfingar eru framkvæmdar og teknar upp af þjálfurum á vinsælli gönguleið við Stykkishólm sem eldri borgarar hafa verið að nýta sér mikið síðustu ár. Æfingarnar verða sendar út rafrænt til eldri borgara sem að geta þá tekið með sér í símónum í göngutúrin.
Lagt verður upp með að fólk staldri við með vissu millibili á göngunni og framkvæma æfingar. Þeir sem svo ekki treysta sér í gönguna geti þá nýtt æfingarnar heima við. Til að fagna degi umhverfisins þann 25. apríl síðastliðinn blésu Snæfellsnesingar til sameinis átak á svæðinu með hvatningu til íbúa að taka þátt í átakinu Snæfellsnes plokkar. Íbúar Stykkishólmsbæjar létu sitt ekki eftir liggja og mátti sjá fólk á göngum með ruslatínu og poka helgina, en Stykkishólmsbæjar fjárfesti nýverið í ruslatínum sem íbúum gefst kostur að fá lána til verksins og eru þær sá búnaður upp í íþróttamiðstöð. Klifuveggur sem hefur komið til umræðu hér á vettvangi bæjarráðs áður og í nefndu bæjarins var kynntur fyrir öllum deildum Snæfells í vikunni og var samþykkt að halda áfram með verkefni með skilyrðum að halla á vegg. Félaginu verður sendar endanlegar teikningar og lengra verður haldið, en verkefni hlaut styrkur uppbyggingarsjóði Vesturlands á sínum tíma eins og við þekkjum. Nú er undirbúningur fyrir vinnuskólann hafinn, auglýst hefur verið eftir flokkstjórum og starfsfólki í þjónustumiðstöð og sláttugengi. Einnig hefur Stykkishólmsbær auglýst eftir sumarstarfsmanni við höfnina til þess að vera hafnavarði til aðstoðar við hin ýmsu störf, og í þessu sambandi þá er í gangi núna ráðningarferli varðandi aðrar auglýsingar stjórnunarauglýsingar sem voru auglýstar núna í apríl varðandi deildarstjóra í tónlistarskólanum, aðstoðarskólastjóra í grunnskólanum og síðan sviðsstjóra umhverfis- og skipulagsmála á Snæfellsnesi. Stykkishólmsbær tekur líkt og í fyrra sumar þátt í átaksverkinu á vegum Vinnumálastofnunar til að fjölga tímabundnum störfum fyrir námsmenn yfir sumartímann. Undirbúningur verkefnum er hafinn og þau störf eru auglýst von bráðar. Búið er að reisa skýli og stiga með handriðin í fjöruna fyrir sjósundskarpa og það virðist vera mikil ánægja með þetta verkefni. Þá er búið að koma loftræstingu í Ambakkarsöfnun í lag og skipta hurð í matsalnum og dvalarheimilinu. Félagsdagur unglinganna fór aftur á stað þegar takmörkunum var létt eftir páska og miðvikudaginn 21. apríl var söngkeppni félagsmiðstöð á Vesturlandi Samvest haldin, en vegna aðstæðna var hætt við að halda undankeppnina í Grundarfirði eins og áfram hefði verið og voru atriðin því tekin upp, klippt saman í einn viðburð og þeim streymt til félagsmiðstöða. Eftir að hafa hort á keppnina héldu ungmennin í íþróttahúsið og héldu vel heppnaða vökunótt. Og gaman að segja frá því að einn keppandi úr Exinu, Helga Sóri Ásgeirsdóttir í 8. bekk hér í Stykkishólmi, hún lenti í öðru sæti. Hún mun því taka þátt í lokakeppni Samfés yfir landið, allt fyrir hönd félagsmiðstöðvarinnar sem verður í beinni á RÚV í maí. Og þar hér fyrir neðan eru síðan yfirlit yfir fundi. Takk fyrir þetta, Jakob. Gott að fá yfirlit yfir allt sem er í gangi þrátt fyrir COVID og alls konar. Orðið er laust minnisbúnda bæjarstjóra. Það kveður sér engin ljós. Þetta var síðasti liður dagskrá. Þakka fyrir ánægjulegan fund. Og ég held ég hafa ekki sagt gleðileg sumar. Þetta er fyrsti bæjarstjórnarfundurinn á þessu sumri. Að ég geri það bara hér með gleðileg sumar. Og slít hér með fundi, það var frekar flókið að vera einhent. Slít fundi klukkan 18:24. Takk fyrir fundi.